við erum að spá svolítið í söngvakeppni sjónvarpsins þessa dagana og sem sagt undankeppnina sem að er núna á laugardaginn kemur og það var einn maður sem að mér var efst í huga til þess að fá að hringja í svona einu sinni í viku fram yfir sem sagt lokakeppnina til þess að fá að ræða svolítið Eurovision, lögin og allt þetta og fá að fletta þess upp í honum. Hann veit eiginlega allt söngvakeppni sjónvarpsins og Eurovision. Það er Reynir Þór Eggertsson. Ertu hlægjandi að þessu þarna? Já, þetta er dálítið víkt held ég. Er það? Já. Það er búið að reyna nokkur sinnum að fletta upp í þér. Það hefur aldrei klikkað hingað til. Það klikkar nú alveg stundum. Ég veit nú náttúrulega svona dálítið mikið keppnum og sérstaklega stóri keppnin úti. Já. En sérstaklega þetta gömlu keppnirnar. Það er erfiðar að halda þetta með upplýsingar þetta eftir að þau eru 3 kvöld og 40 keppendur og allt það, sko. Já, er ekki 43 núna? Jú, það er allavega nóg af fólki, sko. Já. Nóg upplýsingum að, ég er farin að aldrast, þannig að, það er minna pláss. Kennarinn sjálfur? Já, það er náttúrulega líka það að, maður þarf að muna nöfn á nemendum sínum og svona, þannig eitthvað þarf minnið að reyna. Já. En jú, ég náttúrulega veit ýmislegt. Hvernig líst þér svona á fyrri undankeppnina núna á laugardaginn kemur? Sko, mér líst þér að vera bara mjög vel á þessa keppni ár. Mér finnst bara mjög mikið af fínum lögum. Þetta mér finnst það fjölbreytt og svona þau veist að kannski, ég meina auðvitað náttúrulega sumt sem er mjög svona klassískt pop og svona dálítið gamaldags sumt en það er líka allt í lagi. Já. Og já, ég er bara dálítið spenntur fyrir forkeppninu núna á laugardaginn. Þarna eru bara frábæri flytjendur á ferð og suma þekki maður vel og aðra síður. Já. Það er náttúrulega bara ofsalega gaman hvað þessi keppni er að færa okkur. Mikið bara frambærilegu tónlistafólki sem við kannski hefðum aldrei annars heyrt í. Þarna eru svona, sumir sem eru gamalrendir, bæði lagahöfundar og flytjendur, en öðru leyti er þetta svona kannski svolítið 50-50, hvað var það að koma nýtt blóð inn í keppnina? Já. Hún ég meina það er stelpurnar í Evu sem ég vildar hafi heyrt nokkur sinnum í þeim á tónleikum og þess aftar og þær eru voða skemmtilegar en þær eru náttúrulega fyrstu skref þeirra á landsvísu, segir. Og ég hlakka til að heyra þeirra flutning á laugardagskvöldið. Síðan er hún Carlotta sem ég verða viðurkenna þekkti ekki eða ekki allavega nógu vel fyrir þessu keppni og er mjög hrifin af. Já. Hlakka mig til að heyra hana syngja live eins og maður segir. Og síðan Erna Hrönn og hún er náttúrulega alltaf stendur fyrir sína en besta popsöngkona á landinu. Og já, og hann með henni, nú man ekki akkurat nafnið, svona... Hjörtur Trausta. Já, einmitt. Hann er búin að vera að syngja með Fjallabræðrum og kannski eru þekktum með þeim, en ekki kannski svona sóló. Ekki sóló, nei, og það er náttúrulega bara afbræð, menn og síðan náttúrulega þarf ekki að tala Siggu Eyrúnu og Gretu og Ingo, þau eru nú það vel kynnt. Já, akkurat. En það er skemmtilegt, sko. Áttu þér eitthvað svona uppáhalds? Ég á alveg, mín uppáhaldslög, jú. Ég get verið alveg að viðurkenna það. Að í þessari keppni þá er ég mjög hrifin af framlaginu hennar Siggu Eyrúnar, Crazy. Já. Að, lagið sjálft er svona mjög skemmtilegt og mér finnst líka bara frábært og hún er að leggja mikið metnað í þessa þáttöku. Það er mjög sjaldgæft að fólk leggi það að búa til tónlistarmyndband fyrir forkeppni Eurovision, fyrir söngvakeppnina. Já. Þess að það er einn vegum og mér finnst það bara mjög fína það að hún er í keppni, sko. Akkurat. Hún ætlar sér að vinna og og það sama má segja Greta Salóme með útsetningin og hennar lagi er alveg svakalega vönduð og flott og greinilegt að hún stefnir hátt. Mér skilst það öllu hún ætla að vera með nýta svona skuggamyndir á sviðinu. Já, það verður gaman að sjá það. Og eins og segja, hún Carlotta, ég meina hennar lag, ég er mjög hrifin af því lagi. Það er svona nær mér og svona það grípur mig alveg og ég veit ekki alveg hvort það er bara, það virkar aldrei vel að hún er með þetta sama riff í byrjun á laginu og er bæði í
Adele í þetta Rolling in the Deep og líka í Loser Cell með Eminem. Þetta svona alveg fyrst í laginu og sen lögin ekkert lík sko. Nei. En það mjög grípandi viðlag við óstöðandi og mér finnst það líka mjög flott og bæði það og Crazy mjög flott á ensku en ég verð að viðurkenna hinn lögin hef ég ekki heyrt nema á íslensku. Ég veit að það voru að setja ef stelpurnar voru að setja en enska útgáfa sínulegi bara í gæri eða fyrradag en ég var eftir að heyra það. Já, svo komið líka ensku útgáfa Hugur minn og líka óstöðandi. Já, ég hef búin að heyra óstöðandi. Já. En ég hef eftir að heyra Hugur minn líka. Já, það er mjög flott ensku. Já, þannig að ég bara, það svo, mér finnst þetta svo skemmtilegt. Mér finnst skemmtilegt að RÚV skildi bara skella lögunum öllum bara í kynningu á sama tíma og leyfa flytjendur bara að gera hvað sem til að promotera sig. Bara til að koma sjálfum sér á framfæri og kynna lögin svona í það því formi sem þau gera ráð fyrir að flytja það komi til þess að þau sigri. Akkurat. En ég finnst það bara afskaplega vel gert og svona sanngjarnt gagvart bara almenningi. Bara okkur sem eigum að fara að velja hvað við viljum senda áfram. En það eru 3 lög sem að fara upp úr hverju undankeppni eða ekki? Jú. Já, í úrslit. Já. Einhver lög sem að... Er ekki eitt svona valdkart líka? Já, er eitt aukarlega líka? Já, ég held það. Já, jú, það geta alveg passað. Það ofta, hefur alltaf verið þannig undan þetta. Já. Ég held að þau 3 sem fari áfram þarna, síðan þessi 3 sem ég taldi upp, Crazy, Raddirnar og óstöðandi. En sko, það kemur ekkert óvart að Ingo stæli einu plássinu sko. En mér finnst dúettandi mér finnst þau svona ólíklegri. Ok. En það getur vel verið að ég hef algjörlega kolrann fyrir mig þessi akkurat kynlögin sem farið að láfa. Við erum ekki þekkt fyrir að vera sammála reynir. Nei, það var alveg að reynu. Þú ert akkurat með ég veit að þú ert hrifin að Hugur minn Já, mér finnst það flott sjálfur, en mér finnst það bara ekki nógu grípandi svona við fyrstu aðra þriðju hlustum. En þessi krakkar eru, eins og ég oft lýst yfir að mér finnst hún þann æðisleg. Hún bara í alveg sérstöku uppáhaldi á mér. Þess vegna finnst það mjög erfitt að spá henni ekki áfram, sko. Akkurat. En ég bað í rauninni, sem sagt, það er svona sérstakur Eurovision hópur inn á Facebook. Já. Baðu örlítið að gera svona smá könnun á því hverju væri mögulegir sem sagt til þess að komast áfram af þeim sem að eru að keppa núna laugardaginn kemur. Já. Og þar koma upp Raddirnar í efsta sæti með henni Grétu Salome. Svo Hugur minn með Ernu Hrönnu og Hirti. Já. Og svo Crazy með Siggu Ernu. Já, þau eru jöfn í öðru þriðja sínist mér það ekki. Já, reyndar Hugur minn komin eitthvað rétt over en þetta er rúm 100 atkvæði þannig að svo sem hefur ekki segja en svona segir mann kannski örlítið eitthvað. Já, ég meina þetta segir svona allavega hvað aðdáendurnir að þeir sem hafa svona mestan á hvað þeir eru að hugsa sko. Já. Og Ingo er farin að nálgast annað til þriðja seti mjög það sko. Akkurat. Hann þetta eitthvað 2 atkvæðum og eftir hinum sínist mér núna. Og þetta náttúrulega sko, já, ég meina þetta verður spennandi að sjá hvernig þetta fer. Já, en svona í lokin, svona núna þá langar mig að skjóta örlítið á því. Já. Ég veit þú ert búin að vera með pubquiz og ýmislegt annað í kringum Eurovision. Já. Hvar var keppnin haldin árið 1978? 78? Já. Býtur við, hún hlýtur að hafa verið haldin í Frakklandi. Ég sagði það er hægt að fletta upp yfir í orðabók. Það er París. Viltu á staðinn eða hvað? Ég held að hún hefði verið haldin í París. Já, það er rétt hjá þér. Hvar var keppnin haldin árið 2011? 2011, það var keppnin sem hún Loreen vann. Nei, það er 2012. 2011 þá var hún haldin sem sagt í Düsseldorf. Hún er haldin í Þýskalandi, rétt. Hverju voru þriðasæti það ár? Þriðasæti, býtum við, Azerbaijan vann og Ítalía varð í öðru sæti. Þriðasæti og eftir Ítalíu. Var það ekki bara hann Erik Saade? Það
Það er mikið rétt. Algjörlega. Það er mikið rétt. Nú er ég búin að sanna það fyrir hlustendum að það er hægt að fletta upp í þér. Þetta var nokkuð gott. Þetta tók smá tíma, sko. Já. En alveg rétt, það passar. Þetta passar. Já. Við fáum að heyra í þér aftur í næstu viku, Reynir. Gaman að heyra þér núna að við sjáum hvernig þetta fer allt saman um helgina. Já, bara takk fyrir spjall. Sömuleiðis. Takk fyrir það, sömuleiðis. Já, takk. Já, bless.